Nauðgunum, kynlífsþrælkun og vísvitandi dreifingu smitsjúkdóma í auknum mæli beitt sem herbragði í vopnuðum átökum. Konur og stúlkur eru skotmarkið, en tilgangurinn að niðurlægja andstæðingana, innræta ótta, refsa eða hefna og tvístra samfélögum. Afleiðingar kynferðisofbeldis á stríðstímum eru margar og hörmulegar. Niðurbrotnir einstaklingar, limlestingar og kynsjúkdómar, þungaðar konur, börn sem samfélagið afneitar, útskúfun og upplausn. Barátta gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi einn af áhersluþáttunum í starfi UN Women. Stofnunin hefur meðal annars beitt sér fyrir því að gerendur skuli dregnir fyrir dóm og þeim refsað. Verkefni UN Women miða að því að aðstoða stjórnvöld við að bregðast við kynferðisofbeldi, en þau miða einnig að því að styrkja kvennasamtök og grasrótarhreyfingar við að leita réttar þolenda og tryggja þeim stuðning. UN Women, áður UNIFEM, eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur aðeins í þágu kvenna og jafnréttis. Stofnunin vinnur í fátækustu löndum heims og á stríðshrjáðum svæðum. Allar konur og allar stúlkur eiga rétt á lífi án ofbeldis. Ég styð starf UN Women vegna þess að ég veit að það skilar árangri. Kaffibolli kostar 500 kall, að styðja UN Women kostar 1000 krónur á mánuði, það eru 2 kaffibollar. Ég meina, við erum með. Sköpum betri heim með UN Women, þitt framlag skiptir máli. Þú getur haft áhrif. Þitt framlag bætir líf kvenna. Hringdu núna og legðu systrum þínum lið.